Já, það sunnudagur. Það Og það sem merkilegt sunnudag. Það sem merkilegt sunnudag. Það að Hemmi Gunn, hann vaknar alltaf á gröfinni. Vaknar alltaf á Og gröfinni sinni. gröfinni? Bara, lifna við. Hann fyrir alltaf niður í bæ og var að tala á krakkana, sko. Niður í bæ. Þannig að ég geti prófa að fara niður í bæ á sunnudögum og hitti krakkana. Hemmi Gunn. Gera það endilega. Byrjum stefið. Já. Það er sjómannadagur í dag. Já, það er sjómannadagur. Það ein mjög fræg íslensk sönguna við að laga sjómannadaginn. En við ætlum ekki að fara nánar í það. Já. Já, við ætlum ekki að fara nánar í það. En allavega, það er komin einhver hljóð. Við ætlum að stíkja það. Það er eitthvað langur. Þetta stendur mér hljóð. Þú er spenntur, ekki það? Það er svona í hljóði. Þetta er eitthvað svona sjórun eða eitthvað. Já, það heyrst mikið. Hvað, er eitthvað annað? Er þetta nýtt? Ég veit að ég er rittarinn óleiki. Já, það er það. Já. Þetta er bara sagt. Já, Ok. þetta er áhugavert kakka mínir sem er. Þannig að ef það er að taka hlaðvarp í borgum saman þá með endilega búið til hvernig Já, hlaðvarp. búið til einhver skemmtileg hljóð. Það er fyrir því, þá getið þið endað í karlafjörnum. En Úlfur, hann er ekki hættur, því meður. Úlfur er ekki að Þið vildu örugglega all, þið voru að vona sér því. Já, við vildum að fá. Ég held að hann sé sjónbústa, ég veit það ekki alveg sko. Svarar ekki niður. Nei, hann svarar engum skilabóðum sem Ég er hann bara sendi. ekki með neitt samband í þessum hljóð. Nei, við vorum eitthvað að tala um Messenger í gær og hann sínaði skilabóðum. Það mátti ekki að svara. Það gæti ekki við. Háður sem tímuna. Já, Úlfur, hann svona sínar allt. Hann sér all skilabóðin. Hann er ekki að svara. Já. Sem er bara, Það er furðulegt. Úlfur, það er bara dónaskap. Svaraðu, Úlfur. Fólk sem gerir það, Úlfur, svaraðu. sem að sér skilabóðin og svara mér, það er bara versta tegunda fólki. Því meður, ég sagði það, það er bara þannig. Það einhver þarf að sína í lokin. Já. Í sík. Annars hendur ég bara andlist áfram. Já. En ég ger það mjög oft undar fyrir svona skilabóð sem eru alls ekki mikilvægt. Já. Þýst bara eitthvað þýst svona thumbs up. Já. Thumbs up. Og líka, sendum, maður getur náttúrulega að sé bara previewið líka. Já. Og sendum það bara nú, bara ok, já, maður til þessu. Maður þarf ekki eitthvað að íta sér skilabóðin. Það sé líka bara þýst stundum, ef þetta er stór hópur. Já. Þá getur líka ef þetta er þýst 10 manns í einum messenger hóp. Já. Og sendur eitthvað, já, mæti til mín klukkan 8. Já. Þá getur við gott líka bara að sína svo ekki allir sé að senda. Já. Já. En annars, ef við bara þrjúast, þetta er bara eitthvað, jæja, hei, ætlar þú að koma? Já. Sem bara að sína, bara Já, það er bara, dónaskapur. já, þið sjáu þetta bara að ég er ekki að svara þessu. Bara, hvað er að ykkur? Þannig að ef þið eru þessi manneskja sem gerir þetta, Hættu þið. það þarf að gera, og ef þið þekki ekki sem gerir þetta, ég ætla að biðja ykkur um að gera svona intervention fyrir vinn ykkar eða fjölskyldumöðlum sem að er valdur þessu. Ég held að það sé bara sniðugt fyrir alla að gera það. Það segir hvað ég var að fatta. Hvað? Það var ekki kveikt á mikrofónum mínum. Allan tímann. Heldur að ég heyrst þetta þér? Það kannski heyrst eitthvað í mér, en ekki vel. Hvað er það að gera? Við þurfum bara að sjá til. Já, það heyrist alveg ágætlega í þessum Það er ekki. Það er eins og það Er illa við eitt? Ég ætla að ná hérna heyrnarinn. Já.
Hvað þér? Armundur. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Það er ímestlega frétt í dag. Hvað gerðist? Já, sko, var það slögt í söftugunni? Við bara allt í einu slögt, ég var ekkert að fikta neitt í tækjunum. Sko, við erum búin að tala í svona 2 mínútur eitthvað þegar þetta með þetta. Já. Þannig að þið mistið ekki miklu, við erum að tala Amsterdam og New York að sökka, við tölum alltaf. Já. Og bara að fólk sem býr í New York, þetta er bara að fara bara Það er ekki bara rottur sem búa þarna. Þetta er bara fyrir að flytja efstöðu skíðaklúri, bara versla nú á mat og það geta bara lifað þarna eilveg. Síðan talum við á Holland, þar hann þetta sjó. Og ég var alltaf að segja Belgíu. Ég var að segja eitthvað sem það Íslendingar elskar Belgíu eitthvað. Já, en ég vil ekki að tala með liðlega eins og Amsterdam, sé í Danmörku. Já, það er eitthvað svona svipahúsana eða eitthvað, ég veit það ekki, það er eitthvað svona svipað hana. En á Holland það er svona frika svona gleymanlegt land myndi ég segja sko. Já, ég finnst það. Já, ég elska Holland. Ég veit það ekki, ég hef ekki að múti Holland, þetta er bara hérna. Bara gleyma átt það sér til sko. Ég elska Holland er frábær staður. Hvað eru frá það? Nei, bara svona með það sem ég sé. Þú elskar svo margar hluti sem þú ekki sé. Svona amerísk útkverfi, þú elskar þau. Ég hef alveg farið í þannig sko. Þið verður í alveg Sko, já, ég hef gert það. Finnst þið ekki, skilja ekki hvað finnst svona gott þetta? Þetta er bara Ímyndaði, þú bara glimtir nokkrum eggjum, þú þurft að fara til búið eða kaupa klósettpappír eitthvað. Þú þurft að keyra í 40 mínútur. Bara húsin eru flott. Húsin eru flott, þýst. Já. Þeir eru öll eins, þýst. Það er bara flott. Já. Það er flott hús þarna. Áróðurinn hefur virkað. Já. Hvaða áróður? Ég segi bara svo mikill áróður að þetta sé eitt fullkomna líf. Já, ég er ekki bent að sko, það er náttúrulega Bandaríkin langt frá því að vera fullkomna staðar sko. Já, Bandaríkin er reyndar að vera hræðilegur staðar held ég. Það er náttúrulega bara Ég myndi aldrei vilja búa í Bandaríkjunum, það er ekki Bandaríkin. Nei, þú hvað átt ekki fjölskyldu þarna eitthvað? Nei, ég þýst Minn pabbi var inn í námi og þakka mjög mikið af fólki þarna og unnat lengi og pabbi minn og báðsystur mín hafa amerískan ríkisborgari rétt. Já. Þannig að þýst Þú ert mikill Boston maður ekki? Ég elska Boston, ég geta aldrei búið þarna. Nei, það frekar svo ég geta aldrei búið þarna. Ekki að fara að bætast brálega. Já. En elska Boston. Boston er þetta betur stöðum í Bandaríkjunum. Já. Ég þýst hata Las Vegas. Já. Og þýst og allt sem er þýst allt ég hata eiginlega bara allt sem ekki Boston og svona Austurströndin. Já. Ok, já, kannski bara allt sem ekki New England. Já. Ok, já, ég bara hata allt sem ekki New England. Já. Ég elskar enda, minnst Alaska mjög fallegt fylki en það er bara mjög mikið að republikunum hana. Og líka bara þetta er hættulega staðar sko. Þetta er óörugust fylkjunum Bandaríkjunum sko. Alaska? Já. Er það? Já, það er alveg mjög mikið þess að nauðgurum og morðum og svona. Þetta er mjög bara svona óörugust staðar sko. Ok. Kannski ég meiri Hawaii maður. Já, Hawaii. Ég var sko, ég myndi ekki nenn að fara til Tenerife. En ég var alveg til að fara til Hawaii. Hawaii. Ég held að það sé gaman að fara til Hawaii. Það er bara, Hawaii. það er náttúrulega mjög áhugaverð sagan hana. Já, mjög áhugaverð saga í Hawaii. En þú veist, Tenerife, það er bara sagan hann eitthvað fullir íslendingar að, ég veit ekki, gera eitthvað sér þetta. Mér er spilt ykkur glóð. Já. En það er góða saga, þetta er bara flott land og flott sagan. Þetta er bara, já, bara flott fyrir sagar, sko. Ég var alltaf að fara. Ég sá ykkur á TikTok segja íslensk saga væri leiðileg. Sem er ekki satt. Íslensk saga er mjög áhugaverð. Já, hún er bara með áhugaverð sem heima, sko. Ég byrja ekki á Íslendingasögunum, þeir eru svo áhugaverð. Já, það er mikið áhugaverð þar sem gerast. Halldór Laxness. Hvað maður hann? Hann skrifaði Íslendingasögurna. Já, hann gerði það. Þess vegna fékk hann Nóbelsverðlaunin. Já. Það skrifa Íslendingasögur. Já. Skrifa Laxdælu. Já. Hann skrifaði Kjalnesingasögu. Já.
handritin, hann skrifaði Flateyingabók. Já. Hefur þú komið til Flateyjar, Arnmundur? Nei, ég hef ekki gert sigur það. Hvað meinarðu, hefur gert sigur það? Já, Allir Flatey? Nei, ég hef ekki komið með það. Þú hefur ekki komið í Flatey? Ekki heldur. Fallegur staður, sant? Hvað ættum maður að gera í Góð Flatey? pizza líka. Það voru að gera þættir í Flatey sem þetta Flateyjargátan. Nei. Jú, þetta RÚV. 2006 má ekki, sko. Þetta var alveg 2018, sko. 2018. Og allavega, Hljómar svo mikið eins og eitthvað sem var komið 2006. Sko, ég horfði mikið á svona íslenska svona drama, svona glæpaserjur. Og þetta er svona eitt af því. Og ég horfði fyrst á þetta. Og þetta var svona í fyrra eitthvað sem ég horfði á það. Og ég horfði svona fyrstu 10 mínúturnar og ég gaf sig, þetta var svo rosalega leðalegt. Já. Hvað fjallar þetta eiginlega? Þetta var eitthvað svona Morgan gáta í Flatey, þetta gerðist eitthvað svona Jú, mér lýsi nei, ég er ekki. Og þess öllum var bara saman þetta fekk mjög lengur. En Siggi Sigurjóns var ég svo. Já. Hann var með þess að í fyrstu 10 mínúturnar, ég sá Sigga, sko. Ég nefndi bara, ég held að hann, sko, þetta er leðalegt. Einu leikar, ég maður ekki hvað hann heitir, ég ætla að finna það snöggvar sem lítur svo mikið út þessu Siggi Sigurjóns. En er það ekki Siggi Sigurjóns? Dini. Ertu viss að þetta ekki bara að tala Sigga Sigurjóns? Nei. Ok. Hver er það? Nei, en mann ekki hvað hann heitir nefnilega. Nei. Það er svona, hann er frægur leikar alveg. Já. Adrian Brody, já. Hvernig lítur hann út? Hann er satt alltaf líkur Sigga Sigurjóns. Já. Hvernig þá? Sér það ekki, hann er svona svip. Aðeins, þú veist, þeir myndi að sjá hann, það er ekki að fyrsta sem myndi eitthvað sem mann. Það er fyrst Eitthvað að ég minnist á það og svona, hvað sé hans. En minnst það er ekki törkur og slúið, minnst það er eitthvað svona, já, ég veit ekki alveg. En stundum það lítur hann ekkert út eins og Siggi Sigurjóns. Eins og þessari mynd. Minnst það líta meira þess að Siggi Sigurjóns. Það? Já. Ég sé bara Sigga í hann, mamma. Siggi Sigurjóns, meistari, elskar Sigga Sigurjóns. Já. Hvað er Siggi? Væri bara einhvern tíma nýk karlskon. Hvað myndir ræða við hennum? Bara hvar á maður að byrja? Já. Andrew. Já. Þú lækar ekki nýjasta postin hjá Pálma. Já, á Instagram. Já. Ég trúði ekki. Já, ég fór ekki frá mér. Gamla góð Pálmi. Sko, ég er alltaf að senda hann Pálma skilabóð á Instagram. Hæ? Ég er alltaf að senda hann Pálma skilabóð á Instagram. Já. Já. Hann svaraði aldrei, sko. Hérna er hann að hvað sér ís. Já, mér muni að læka það. Það var komið babbabarninu sinni eitthvað. Hann bara sér ís. Já, ég læka það, sko. Það er æði. Já. Hvað myndir gera? Myndir bara einhvern veginn að vera í þýst? Hver er hóð þýstbúðin þér, Arnmundur? Já, ég bara veit það ekki, sko. Það hefur ekki alveg ísbúð. Það hefur ekki alveg þýst upp á þýstbúð. Nei, ég læk ekki, sko. Come on. Veldu bara eina. Segir bara huppa. Huppa. Það skal huppu. Huppa. Hvað hann þú gera? Það var einhvern veginn huppu. Á þér hvað farið? Shake eða eitthvað? Já, segir hann bara. Já, shake. Það kemur bara Pálmi gest. Segir bara, ég skal borga við henni. Og borga fyrir shakeinu. Það segir bara, takk máli. Hvað er ég allt? Það er svona smáltur við hann og svona. Jú, og hann segir bara, já, ekkert að þakka Arnmundur. Og veikur það allt. Já, ég er að followa það á Instagram. Já, ég bara að fá mynd með hann og maður. Já, það var æði. Ræða við hann. Hvað heldur að Pálmi fær sér í ísbúð? Hann er svona, ég held að hann fær sér bara venjulegan, svona gamlan ís. Það fær sér auðvitað gamla ísi. Við dífu held ég, bara svona alveg, ég held að hann fær sér ekki eins og dífu. Hann fær bara alveg bara hráan. Nei. Það sér luxustífu. Já, kannski. Er það, nei, kannski ekki. En þú heitir Egil Helgason. Ég heiti Egil Helgason. Viltu ekki segja frá því? Ok, á þriðdaginn, það var inni bæ. Það var á 50 það. Á 50 daginn, ekki? Já. Rugglar sem dögur saman, þriðdag, 50 dag. Þetta er svona fyrir svipað þar. Já. Já. Mánudagur og miðvikudagur líka svona alltaf. Já. Bara miðvikudagur betri. Þessu ég man aldrei, hvað er Tuesday? Og hvað er Ég man alltaf.
var það Thursday, það hljómar svo third day, þriðjudag, ég maður það alltaf, það einmitt ekki þriðjudag, ég hélt lengi að Thursday væri þriðjudag, þetta third day, það eitthvað skilt, og ég sagði rosalega lengi Thursday, í árið eitthvað, ég bara man eftir því, ég lærði þetta að verið Tuesday, ekki Thursday, núna man ég það þannig, og svona man ég allar stundatöflunum mína bara, með svona hvernig ég lærði það. Ég man að seinasti tími fyrir val á mánudagum danska. Út að ég man eftir því þegar ég var fyrst á leiðin í val. Eftir þetta. En já, ég var á fundudaginn, það var svona ratleikur í skólanum, og vorum niður í bæ. Það var stig fyrir að finna fræga mannesku. Maður þurfti að finna 5 fræga mannesku sem var fáránlegt. Og ég held að enginn hafi náð því, það getur ekki verið. Og samt var ekki það mörg stig fyrir það, var 50 stig, svo var ekki alltaf gott. Og ég sé Egil Helgason. Og ég fæ mynd með Agli Helgasinni, sem ég elska það, ég fekk mynd með Agli Helgasinni. Það er svo... Og sko, vegna þess að við vorum að liða með Úlfi, og hann benti að vera hvað Egil Helgason þarna. Nei, ég var fyrstur til að sjá að það var Egil Helgason, en hann var svona... Já, við vorum eitthvað, Úlfur, þú ekki fá mynd með hann? Úlfur elskar Egil Helgason og hann var eitthvað, já, nei. Já, og sko... Hann vildi það, en hann vildi það ekki. En sko, já, Úlfur og Egil svona, hann ekki svona sá, við vorum eitthvað í kringum hann og eitthvað. Og Egil horfði á Úlfur, og Úlfur var eitthvað svona, hann var eitthvað svona, eitthvað hendurnar í andlitinu sem var eitthvað vandrarlegur. Og Egil horfði á hann eitthvað svona, hvað? Egil var ég er svo ánægður, ég heiti Egil Helgason. Og Úlfur sagði ástæðan fyrir að hann vildi ekki tala við hann lék hann í skjánum. Já, þetta Egil sem horfði skjáin. Já, hann heldur að Egil sem bara alltaf horfði skjánum. Hann náttúrulega, ég skil, vegna þess að hann lék hann í skjánum og við túlkun sín og Agli, þá hafði Úlfur svona púða innan á sér. Úlfur gerði það ekki ég. Það var ekki ég, mér langar að nefna það bara við hlustundur hérna á alhafurinu. En Egil Helgason. Já. Á maður hringi í Úlf nokkuð? Ég veit ekki, hann ég held að vera eitthvað. Það sakar ekki. Já, þú berða bara á því. 528. Það er númer hans ekki. 528 7715, það er númer hans. Já. 528 7715, hringið þið að krakkar minni. Það er bara alveg númer hans. Nei, ég tek alveg númer, kannski ekki númer hans. Nei, ég get ekki með númer. Ég maður númer í þitt, hjá fjölskyldunum minni. Já, hæ. Hæ, þú ert á spíkar hérna, þú ert í Karlakofanum. Já, hæ, þetta er ekki alveg góðu tími núna, vegna þess að við erum að svæfa Víking í bíl, við erum út í sveit. Ok, flott. Akkur hljómar þess að randar. Já, því miður get ég ekki tala við ykkur núna bæ. Ringið sérna, bless. Akkur hljómar þess að randar. Hann var hérna inni. Hann var þess að Úlfur, hann alltaf að gera eitthvað eftir hann. Daginn þá var hann aftur á Randuri. Hann var meira að Siguri í stöðinni. Hann var nákvæmlega sömu röddu núna. Þetta er ekki vennilega röddu, kannski hann með hásaði. Ég ekki sem Benny Beauty. Já, Benny Beauty. Benny Beauty, hann er aðeins. Já, hann er Batty Beauty. Batty Beauty, það er ég betur það, Batty Beauty. Já. Íst. Ok, hann gerði reyndar mjög vonda hluti, en... Hvað eins og það? Var hann ekki hérna ritstjórinn hjá þeim í... Jú, hvað gerði hann? Mannstu ekki að hann tróði alltaf inn að bað þeim ekki og... Já, hann... Ég ekki alltaf hún. Hvað, hann gerði ákveðin hluti ófeg, eða ekki? Báðu tvo, sko. Pétur og ófeg. Já. Þetta... Fyrst Pétur síðan ófeg. Sko, fólk getur að segja eitthvað spyggs og hann segja eitthvað family friendly. Nei, ekki Stöðvarvík. Nei, sko líka bara, þetta er ekki mjög svona, það er... eins og maður sé eftir Þannig að pornkon-sketsinum. Hæ? Já. En þú veist, þetta er ekki, ég myndi aldrei segja að þetta sé eitthvað family friendly. Við erum nú í Íslandi, það er svona aðeins lausar hérna en í... Það er loftalega að tala alveg mjög svona... En samt. Svona darka hluti. Ég myndi ekki segja þetta. Þetta er svona... Þetta var 1990 á Íslandi. Þetta er svona... 1990 Ísland, það eru kannski... Ísland hefur aldrei verið eitthvað svona, sko landið sjálft er kannski fallegt. Ég get ekki sagt það þjóðfélagið, held ég.
ef ég þarf að útskýra íslenskri menningu í nokkrum orðum, þá fallegt ekki eitt orðana sem ég nota held ég. Já. Ekki nafnbeint, rosalega fallegt. Ég segi verið hort á íslenska myndir. Það fegur ekki neitt. Volaða land, það bara hestur að það rotna. Já. Það bara hesta líka að það rotna. Já. Góð mynd. Fannst það? Mér fannst það góð. Líka lagið í lokin, ég man ekki hvað það heitir. Ég bara búin... Hvað brenniði vitar? Já, brenniði vitar. Auðvitað það. Ég bara búin að hugsa þess lengi og ég get ekki muna. Ég gat ekki muna, núna veit ég. Já. Það er svo gott lag. Hvað með að hringjum yfir sem við þekkjum? Og semplum en kassi 30 kassi. Fyrir fannum. Þannig kemur svona no caller ID. Já, ég gera það. Hvað gerir sem að hringja lögreglu með kassi 30 kassi? Ég veit ég svara bara. Já, örgulega. Nei, þetta er ekki eftir gott. Þið get ekki rekja það á henni. Ok, þetta er allt bara sama upptaka þetta ég. Í þessu, þá var þetta sko, það var þetta lúðraseit í byrjuninu. Já. Það var svo gott. En ef maður hringir í lögreglu með kassi 40 kassi, þið geta ekki rekja þetta hann eitthvað. Það er mjög spurning. Þegar eitthvað að gera síma til lögreglum, það er svona að rekja það númerið eða eitthvað. Ég veit ekki hvað að gera eitthvað. Ég veit ekki alveg hvað að gera, en... Sættu hann, held ég. Já, þið getur alltaf ekki gert það ef það er stemplaðan kassi 30 en kassi. Já, það er spurning. Já. Ég var að reyna. Já, enda. Þú borgar fyrir sættina ef þið geta rekja það. Já. Nei. Við erum að bulla, kæri fólk, bulla. Og það segir að þetta er skakt númer að segja. Hvað getur maður mögulega verið að hringi? Það er eitthvað annað svona þryggjast það? Jú, nei, það er ekkert annað þryggjast það held ég. 4 stafar, 18-19 auðvitað. Það segir bara að það hringi 18-19. Er 18-19 það til? Já. Eða bara að hringja það. Og það er sko þryggjastafanúmer voru nei, alveg ágætlega algeng. Það var 1, 2, 3 var fatabúð þar sem hérna niður í bæ á Östursæti, veit ég. Hvað? Þetta var það? Ekki. Nei, ég er að fylla. Ég vissi það. Hringi, þú er því ekki svo. Hvað maður hringi bara í 0? Hvað gerast? Kemur ekki bara... Prófum hringi 0. Prófum hringi 0. Ég lofa þér. Prófum hringi símanúmer 0. Þetta númer er ekki rétt valið. Vissi. Af hverju er ekki þetta númer bara 0? Af hverju var ekki bara fyrsta símanúmer bara 1? Segum bara 2. Það var eins og þannig því það var bara 10 símanúmer her. En 9. Íst og þá bara ítti maður á 2. Góðan daginn, er þetta Thomas Edison? Nei, Thomas Edison er með símanúmer 1. Nei, Alexander Graham Bell. Er þetta Alexander Graham Bell? Nei, hann er með símanúmer 1. Ég segi, hvað heldur þú að það fyrsta númer sem virkar? Byrjum bara á þýst. Þetta er því svona númer. Veistu þess að Ísland hefur verið hvað? 3, 5, 4. Landsnúmer. Svo þýst þar sem ef við bara förum í gegnum þetta, byrjum að +1 sem er New York. Fylgir bara. Og byrjum bara 0, 1, 2, 3, 4, 5. Höldum svona áfram upp. Bara... Hvað er fyrsta númerið sem virkar? Já, það er spurning sko. Hvað er ekki bara eins og hvað 1 og 2 eða hvað? 911 mögulega sko. Já, kannski. Þetta er +1. Já, örgulega bara ekki þannig sko. Get ég númer sko. Hvað er símanúmer hjá MR ætlilega?
Ég veit það ekki, bara vanlegt númer. Og svona 582, 5822. Akkur þú bara spæli því? Bara... Ég veit ekki. Ég bara heyrði þú segir MR, en ég vissi að þú ekki segja MR. Já. Ég bara hugsaði símanúmer í MR. Já. Það kíkja það. Hvað er það að hringja? Það ekki að hringja. Ég hef enga ástæð að hringja MR, sko. Nei. MR.is. En þú ert alltaf að telma, þannig að... Ertu ekki menna hann spurninga fyrir það? Það var samband. Ég ekki neina spurning fyrir MR. Það er hvað við hringjum í... Það er bara mjög venilegt númer. Við hringjum með 8 takti og spyrum bara af hverju heitir þetta 8 takti. Það var ykkur og tekur. Þeim er server ekki hann. Massi eftir hann I call back for hamburger. Já. Hvað, var það ekkert ætlu? Já, sko, mér lókar svo mikið að hringja aftur hann. Þú maður segja núna. Hello, I have decided what hamburger I want. Já. Það ekki, við þurfum að gera það. I want, is the meat, is the cheeseburger vegan? No, okay, I have to go back and decide again. I call back for hamburger. Gera það? Nei. Af hverju? Ég bara, nei. Hvað með næstu viku? Já, hvað sem næstu viku? Já, var hún. Það er að... Hvað finnst þér Pinterest Watch? Hvað? Nei. Það hafa til, sko. Nei. Ég held að við erum búin með þetta. Það er bara að skrolla allt, sko. Þú veist, Pinterest er með svona watch og þau eru líka með stories. Já, YouTube er að taka burt story. Aha, af hverju? Það er engin notar þetta. Nei. Sem betur fyrir að taka það. Það mér finnst ekki heimskulegt vegna þess að það var bara áleitt fyrir nokkra mánuði vegna þess að sko fyrir svona 1 ár síðan það mátti til þess að þú geta sett svona community posta og til þess að veist setja inn þú veist þarna fara í beinar útsendingar og svona. Og þetta var 1000. Já, en maður það núna bröði því en svona story kom ekki. Maður mátti samt ekki enda að setja story. Örugglega bara út af því að þeir voru bara plana því að eða þessu hvað sem er. Já, þú veist. Það er alveg ágætlega lágt síðan. Já. Þetta kom, en það var kannski vika ef ég þurfti ekki að hérna. Já. YouTube removing stories. Tekið upp 27. júní. Já. Það er ekki brjálað. Já. Ég örðlega úr þá 2 YouTube story í gegnum tíðina. Já, örgulega saman að gera, ég þetta gera gaman. Já. Það er bara þannig, sko. En núna er ekki verið að banna TikTok núna í Indlandi eða hvað? Í Indlandi? Já. Þannig að núna eru allir á Indlandi. Frá þetta shorts og reels eða eitthvað, ég veit það ekki. Myndi ekki sko. Ég er að reyna að finna þessu upptöku ef hún er einhver líka upptöku. Er þú líka með það núna með B-reel scroll? Nei. Já. Prófa bara eftir það. Þetta komar. Það fyrir vana. Þú lígur. Þú verður bara eftir þetta. Nei, þú lígur. Það er ekki trúið ekki. Nei, þetta er ekta. Upp. Herru, en ég er með hugmynda svona leik. Þannig að þeir sem bónus með app. Græna. Þessi er hérna update. Sjá. Setur hérna uppi update. Þannig að þeir hlustendur okkar sem að búa í útlöndum. Sem er mjög fær. Já, eða sem eru þú veist útlenskir eða eitthvað. Og búa í útlöndum og hlusta á okkur. Þið með endurlega senda okkur svona rattskilaboð og anna á netfangin okkar karlakoven@gmail.com og senda okkur okkar svona rattfæla og við viljum að spila það náttúrulega þetta. Þannig að gera það endilega. Við ætlum ekki að gera það. Hlustendur, jú, við gerum það. Hlustendur útlöndum, þið með endurlega að gera það. Hvað er þetta B-reel scroll-armundur?
Ég náði þér, þetta ekki til. Ég vissi það, ég sagði það svona 10 sinnum. En þú kíkti svona á það til þess að gá. Það þýðir svona... Þú kíkti á það? Já. Þú gaslýsir mér alltaf að ég gera þetta. Já, bara ef maður trúir ekki það sem er í gangi, þá er maður ekki að kíkja á það, því að þá er maður bara svona... Ef maður trúir ekki, þá er maður bara að segja að ég trúi ekki. Það er bara að kíkja á það, því þá er einhvern veginn... Leita hann bara ítið sem maður trúir eins. Það er svona aðtöða bara... Þannig að ef þú trúir ekki nefnum, þá ekki líta á það. Það er reglum eitt í lífinu. Vá, það var svona 3 dagar í röð. Þess að bílið kom á meðan ég var sofandi. Föstudagurinn 19. maí, laugardagurinn 20. og sunnudagurinn 21. Já. Það er ekki brjálað. Já, það er líka fyrir að brjála hvernig þetta fara í bara svona view all memories. Já, mér finnst það skemmtilegt að skoða þetta. Já. Og hvernig byrjar það? Hvernig er fyrsta? Jú, all my memories, það er hérna mánudagurinn 3. október 2002. Er það fyrsta? Nei, það er föstudagurinn 30. september. Já, það er... Sem ég er með mjög fallegan sveip hérna. Já, það er... Þú veist. Bera ofan í einhver nema... Já. Það er auðvitað mjög áhugað að gera þetta þegar maður er erlendis frá. Já. Í staðan fyrir að vera bara alltaf eitthvað... Gera eitthvað bara á Íslandi. Víst hvað? Ég er að reyna að finna áhugaverðasta bílrýlið mitt. Hvað er ekkert eitthvað sem þú veit ykkur að veisla það eitthvað? Jú, hérna er eitt sem er veislu, en það er ekkert svona áhugaverð bílrýl. Þetta sem er í badminton. Er ekkert að sér þetta í bíó eða eitthvað? Ég er slögt á símanum mínum bjárnaðin. Já, bara... Hér er ég með eitt það sem einhver er að tala... Það er hlýðina kannski. Já, Willum Þór beitir hér gaslýsingu dauðans alþjóða heilbrigðismálastofnunin. Þetta er nú út af plagakommentið. Já. Það var gott bílrýl alveg, sko. En hvað, er það oft sem bara ekkert? Já. Er það eitthvað sem bara ekkert? Sem bara sleftir? Sem ég sleft? Já. Já, 31. mars. Hvað varst að gera? Ég veit ekki. Þú varst eitthvað, veist ekki. Hérna eru 3 dagar þar sem ég slefti. Já. Það er það 13. 14. og 15. febrúar. Já. Þá vorum við á laugum líka. Já. Þannig að það er skilðað þarna. Hérna 5 dagar þá og ég settum þá áður en ég fór. Já. Þannig já, það er gaman. Bílrýlir, og þau eru alltaf hættar að nota bílrýl. Það er bara, dattið tísku bara mjög flott. En TikTok núna. Hvað er ekki allir með það? Þetta er mjög gott bílrýl sem kom leið að ég er búin með í stjórnu. Það er bara rosalega. Já, þetta er gaman. Þetta er gott bílrýl. Já. Vá, það er bara rosalega mikil þoka. Já. Það er brjálað, ekki satt. Já, mjög brjálað, sko. Það er sko, hérna er held ég fyrst og það sem ég er alltaf í öllum bílunum mínu, þá er ég svona með þumalinn, svona, gefa þumalinn. Já, það er bara svo skemmtilegt. Já. Hvað varst þú að horfa á daginn, Arnbrandur? Í sjónvarpinu, í bíluninu? Það horfa okkar, var þetta barnar á svona í Sims eða? Nei, sko, ég voru að snúr Símans-appinu. Þetta var Símans. Og það er svona bara, það er bara svona þetta, skróla bara svona í gegnum, það er bara svona stöðaflakka í gegnum. Það er ekki svona kínversk barðastöð þarna. Á öllum stöðum og það er ekki svona margar stöðum. Þú stoppaðir á henni og tókst bílið þitt. Þannig að ég fekk bílið akkurat þegar ég var að sjá það. Það var aðeins að það. Já, svo sannarlega. Já. Þú varst ekki að horfa á þetta bara. Nei, ég veit ekki hvað það er. En það er ekki margar stöðar þarna. Það eru kannski svona 20 stöðar. Það er alveg kínverska barna. Einn þeirra er bara kínversk barnastöð. Já, ég veit ég alveg hvað ekki sko. Baðherbergið á listasafni Íslands. Nei, Reykjavíkur. Jafnarhúsi. Þú elskar það. Ég elska þetta. Ég tók það. Þetta er bara ennþá bara sundlega eða eitthvað.
tóku þarna Armundur Já. eftir sinnstáttinn. Já. Sýndi þetta og þetta svo rosalegt. Já, þetta er það Þetta er svo, þetta er upplifun þetta baðherbyggi. Já, það mætti séu það sko. Elskar þetta baðherbyggi, svo hátt til loft, svo stílir hreint. Já. Man kan breakdans á gólfinu þarna. Já. Man bara besta múvin sem maður segir. Já, það er hugmynd sko. Bara hugmynd, bara breakdansa. Hvað gæti maður bara gert það? Byrja bara breakdansa. Já, ég veit ekki hver þetta stoppaði sko. Hver þetta stoppaði aldrei? Alveg, sofnar. Já. Ég er bara eitthvað þreyttur. Já. Kannski verið á kaffihús eftir þetta. Já. Ég myndi að hugsa, sko. Það er svo mikið að búðum á Laugaveginum sem er, og bara svona fatabúðir. Og ég er bara að hugsa hérna, frá Austurstrætis upp Laugaveg, upp að Hlemm, ég gerði að hugsa bara hversu marga búðir get ég nefnt. Og ég bara misti tal. Það eru svo margar. Já, það og ég tala svona útifættabúðum, túristabúðum, æsavir og allt það. Já. Þú veist, útikvært það ekki bara í Kringlunni. Mér langar ekki bara einhver leiðilega svona búðir á Laugaveginum. Já. Mér langar að fá eitthvað skemmtilegt. Já. En það sem er markilvægt það sem gerðist ekki er að kvikmyndin Nikulás í sumarfríi var sýnd í sjónvarpinu. Ég man eftir þessa mynd nefnilega. Og hún var sýnd, myndi byrjaði korter yfir 10 og hún endaði kortinu miðnætti. Þú veist hvað? Af hverju verða að velja þennan tíma, af hverju geta ekki bara að velja eitthvað? Ég held að þessi tími er svona frá þessu 10 til miðnætti. Brúna þú veist oft til að sýna eitthvað spennumyndir eða eitthvað. En það er að velja eitthvað dramamyndir eða eitthvað. Að velja Nikulás, þú veist hver var að horfa á þetta? Þessi öll börn sem að myndi hafa gaman á sér ung farin að sofa sko. Já. Þetta er bara mjög heimskulegt. Þannig að RÚV. Ég man samt eftir þessu mynd, kannski, mér langar alltaf að horfa á hana, hún var byrjuð, þannig ég er svona. Þetta var, er þetta ekki svo franskt eða eitthvað? Jú, ég held að það var Já, þetta sko, ég man að horfa á fyrstu myndina. Og eina sem ég man eftir þessu mynd, það var eitthvað svona krakki sem var eitthvað ríkur. Og hann hafði sundlaug og hún var svona í svona formi nýra. Hann elskaði nýru. Þetta er ekki kött í þvottavélina í þessari mynd, eða var það einhver önnur fransk mynd? Kemur ekki orð, sko. Já, það getur alveg verið. Frakkar í ykkur rugli, sko. Það framlega ykkur að myndir eitthvað ketti þvottavél. Krakkar sem elskar nýru eitthvað, ég veit ekki alveg hvort ég ekki. Það var frakkarnir, sko. Frakkarnir eru furðulegir, sko. Furðulegir frakkar. Það er einhver frakkar að horfa. Að hlusta. Hlusta, finn ég. Já. Megið bara kommentiði. Já. Segiði, ég er frá Spáni. Já. Kommentiði, ég er frá Spáni, eða ég er frá Frakklandi og þau eru hlusta. Já. En þeir náttúrulega kannski, en ef að við þurfum, þú veist, ef þeir eru kannski að hlusta til þess að læra íslensku. Já. Þá segjum þetta á fransku. Eða bara skrifa eitthvað á fransku. Ok. Við þurfum að segja eitthvað á fransku. Eitthvað. Hvað er eitthvað á fransku? Eitthvað. Já. Eitthvað. Je m'appelle, eins og í Friends þættinum. Já. Ég lærði þetta. Sko, núna er kannski ykkur sem að kann ekki orð í íslensku. Og að lesa þáttinn, eitthvað frakki. Heyrðu ykkur alltaf bara segja bara Je m'appelle. Hann bara, wow. Þeir að tala fransku. Ég heiti, held ég. Já, ég veit ekki, sko. Nei, já, je m'appelle Mattias. Ég heiti Mattias. Vá, bjálað. Þetta er magná. Þetta lærði úr Friends. Já. Ég held að það verið Rachel. Nei, var það Emma ekki. Hvað, þetta var Joey og Phoebe. Já, Phoebe. Og það var fransku. Og Bú. Já. Funny Joey. Það er búin frábær þættir Joey, nefnilega. Þeir nefnilega endist í heilar 2 seríur. Sem er meira en upprænilega Friends. Já, þeir voru bara eitthvað í 4 þættir ekki. Og Friends var bara eitthvað 4 þættir. En þannig, já, það er mjög flott að gera heila 2 seríur hann Jóa. Jói. Og Matt LeBlanc, hann gerir líka þetta Man with a Plan. Vá. Þetta er mann sem hafði plan.
Það eina þarna, hann bara að segja, ég hef plan. Já. Það fyrir gott. Og hann átti líka að vera, hann vatt í Modern Family, en hann var rekinn. Hver? Matt LeBlanc. Já. Átti að vera í Modern Family, hann var bara rekinn. Matt Damon, hann verið í þessu. Örugglega, sko. Og Ben Affleck líka, sko. En talandi Matt Damon. Það var gert mjög frægt lag hann. Jæja, hér byrjum við. Það er svo margir söngvarar í því. Þú veist, hver ekki að syngja þessu lag? Það er góð þar. Jónas Loftsson. Já, hann eiginlega einu, sko, sem ekki að syngja þessu, sko. Ég gæti nefnt svo 10 manneskir sem ekki í þessu lagi. Já. En það er alltaf mjög mikið af fólki sem líka í laginu. Fyrir það er ekki ein manneski í lagin sem heitir Loftur. Hvað, þekkir þetta Loftur? Þetta er pappa Jóhannes Loftssonar. Loftur Jónsson. Hvað er það pappi Jóhannes Loftssonar? Kanski. Byrju. Jóðallúsið, Jón Loftsson. Já. Jón Loftsson. Úr Kjalnesingasögu. Já. Hvað mann? Það var einhver. Og síðan er Jón Loftsson annar sem á Jóðallúsið, byggði Jóðallúsið eitthvað. Já. Jóðallúsið skipt eftir. Og síðan er Jóhannes Loftsson þetta. Já. Einhver annar. Já, ég var á þetta ekki, sko. Það er búið að vera mjög leiðilegur þáttur að vera alveg sinskilin. Hvernig á að kenna það? Okkur. Ég bara gagnrýni okkur sjálfa hérna. Já, kannski eru hlustendur og öðru máli. Getur ekki verið. Þannig að komandi þetta fyrir að segja hvað ekki fannst þáttinn. Og ef það segir hann var góður, þá skulum við svara þú ert góð manneskja. En það segir þessi vondur. Þá ætla að svara þér með ég veit ekki. Þá ætla að svara hverju öðru. Ekki af vinnulegum. Ég treysti Arnmund ekki í þetta. Nei. En 50 Cent. 50 Cent? Já. Ég myndi Spy. Já. Hann er Maggi. Maggi og 50 Cent er saman mannskjan. Já, þið vissu ekki. Það er ekki að segja að þeir eru svo líkir í útliti. Já, Maggi reynir allt svo lengi mjög tíma, en Maggi er bara 50 Cent. Maggi er 50 Cent. Þetta er eitthvað sem bara verið í gangi mjög tíma. Hann var okkur að láta okkur vita. Já. Hann er 50 Cent. Já. Og þetta er eitthvað sem verið í gangi mjög tíma. Og hann er bara 50 Cent. Maggi. Og svo ég veit ekki alveg, þú veist, kannski er hann eitthvað blackface eða eitthvað, ég veit það ekki. Nei. Er hann whiteface? Þetta er bara sko, bara lýsingin heila. Já, lýsingin, hún skemmtir það máli, sko. Þetta er bara lýsingin. Þannig að það er svona dimmt inn í herbyggina. Nei, þetta er bara svona, hvernig? þetta er meira bara svona, ef maður lýst frá honum að ofan, Já. þá lítur hann svona út eins og við sjáum hann alltaf. Já. Síðan því sviðsljósin, þau koma frá hliðin og neðan. Þannig þess vegna var mjög flókið að taka upp skjáuna og svona vegna, þess að við þurftum að hafa alveg allt svona alveg rétt með stað, sko. En ef það var engin ljós eða eitthvað, hvernig er hann þá? Það sést ekki hann. Eða ef það er ekkert, ef hann er bara úti, hvort lítur hann út þessu 50 Cent? Eða Maggi Sigurjóns? Maggi bara, út af því sólin kemur að ofan. Já. En ef það er ekki sól? Þá sér maður hann ekki. Nei, ef hann er með svona vasaljós. Að neðan þá? Já. Það var 50 Cent. Já, þetta er flókið, sko. Þetta er flókið líf hjá hann. Flókið líf hjá hann. Bæði að vera skólakrakki og eitt af frægustu rappur allir tíma. Já, en af hverju, þú veist, 50 Cent, hvenær byrjaði hann í bransunni? 2008. Já, og hvað, var hann þá bara barn? Ég veit ekki maður. Þetta er mjög... Ég er alltaf þyrstur í þetta, Arnmundur. Ég er bara svangur, ég er þreyttur. Sko, það er bara fyrir að segja klukkan er ekkert eitthvað, klukkan er 3, sko, við erum að... Ég veit, það er bara seinna venjulega, sko. Ég veit ekki hvað er, það er bara... Ég er ekki búin að gera neitt í dag, hana. Já. Venjulega væri ég búin að gera eitthvað. Já. Svo er það aðeins búin að vekja mig. Já. En ég er bara ekki að gera neitt og síðan fyrir þetta. Já.
En það fyrir gott að höra það ekki. Já. Hvað eru margir gráður? Margir gráður? Já, hvað það? 12 gráður, alltaf var hans maður. Meira? Já, það er alltaf í morgun og mjög hlut, sko. Það var eitthvað. Það til klukkan svona 11 eða eitthvað. Já. En þú veitir hvað ég var að taka upp svona seint í dag, Amundur? Það var bara bókað. Tímann sem við erum mannlega með, sko. Við tökum alltaf vennilega upp. Já. Svona áður með tíma, sko. Já. En við erum ekki núna að taka vennilega með tíma. Taka bara hann setna, sko. En sko, og þess að fólk veit að hann taka bara sinnundum. Kannski eitthvað fólk sem bara á hver mennsa sinnundegina. Bara að býða það fyrir utan hver mennsa sinnundegi. Ég er svo ólíklegt. En ef það eitthvað þá ætlum bara að segja að við erum ekki lengur að taka borgarbókasafnið og taka upp í kjallaraíbúð í Árbænum. Þannig að við þurfum ekki að koma í borgarbókasafnið. Í Hraunbæ, ætla að vera nákvæmur. Hraunbæ 14. Já, við erum með Hraunbænum núna. Hraunbæ 14. Já, kjallaraíbúð þar. Já, þetta er einhver gömul geymsla, þetta er ekki skráð íbúð. Nei, það er engin gluggi hérna annars, sko. Það er líka mjög allt net hérna. Já, það er svona hægt að taka upp örugglega. Já, örugglega. Já, þetta er bara netið örugglega. Það er svona bara... Já. Skemmtilegt. Eða ekki? Já. Amri. Já. En hvað myndir það svona gera? Ef þú maður ekki svo í almenningi. Þú myndir sjá bara, þetta er alveg og íkvæmdanir. Þetta er kíla þá. Þú myndir sjá það eitthvað. Og sen alltaf myndir bara kúp bara þetta á það. Það er æðislegt, þetta ég hati það. Já. En þetta er referensmyndinni við Sessamói. Við að tala með versta mynd. Svo vorum líka að tala hann. Já. Já. Hvað hlutur heldur þið? Að við erum bara aldrei að tala áður í Karlakónum. Aldrei nefnt áður í Karlakónum. Hvað hlutur heldur að segja? Við erum bara að prófa að nefna núna. Veit ekki. Það er enginn. Nei, ég þarf að hugsa. Já. Við erum örugglega aldrei talað þessa hérna bók. Hvað er það? Lof mér að kíkja. Já, örugglega sko. Eftir Thomas Mann. Nei, bókin heitir Thomas Mann. Og eftir Hans Levander. Við höfum aldrei að tala Hans Levander. Hver hefur tekið þessa bók í útlán? Það er spurning mín. Það búið að taka með hann úr henni. Já. Er einhver bækur þetta sem hafa hann miða í þið? Þetta er víst. Hvað við tökum bara alla bækurnar en á hillanum? Jón Leifs, tónskáldi Mórbýr. Hvað við tökum alla bækurnar á hillanum og bara hendum á gólfið? Við þurfum að finna einhverja bók hérna sem er nóg gömul til að hafa ennþá miða hana. Eins og þetta hérna. Það hlýtur að vera einhver. Það er náttúrulega alveg einhverja bækur sko. Það er svona fúkrea. Hvað er þetta fúkrea? Hæ? Fúkrea. 8-1-15. Þú skilur ekki hvernig það virkar. Hæ? Þú skilur ekki hvernig það virkar. Og ég skilur ekki hvernig þetta var grein. Fúkrea. Já, þetta er bílinn það er að vera fylgta. Leyndarmál frá Stefaníu. Hver tók þetta? En á fúkrea. Já, hvað er það? Fúkrea er kraftur eftir hendur. Þessi hérna hlýtur að vera nógu gömul. Ó nei, ég er búinn að taka þessu. Ég með sko, það er ennþá einhver bækur á skólasafninu í skólanum. Já, það er fullt af bókum. Þeim hafa ennþá miðan í þeim. Lífsferill þjóðanna, þessi er bara, þetta er antík þessi bók hérna. Sko, ég meina, eitthvað trúarbrauð, mjög mikið trúarbrauð hérna, ég fann segja það. Þeir eru jú. Þeir eru bækur hérna trúarbrauð. Nei, hérna með þig, ein manneskja hefur tekið þessi bók í útlán. Og ég, sem var... Hver er það? Sé ekki svona hvenær þetta var. Nei, 2 manneskjur. Ein manneskja
24. júlí 1976 og síðan einhver önnur manneskja. Ég get ekki einu sinni lesa þessa skrift. Ég var á mennaþrján. Hvað? Fyrir okkur það séum og bara jólus að þá faldi Úlfur miða á Nicolas Cage. Mynda hún ekki sagði það. Hérna líka eitthvað. Ég nefnir hvað það var sko. 2. ágúst 1989, 5. janúar 1989. Engin annar. Víst. Það bara engin að taka þessar bækur í útland. Arnaldur, hvað er að gera? Ég að finna hana með. Já, ertu að finna hana? Hvað meina? Anna í Grænuhlíð. Hvað var hann? Það er búið að líma. Arnaldur! Já. Hann hendi miðan. Já, mann ekki eftir því. Þú varst ekki í þetta. Jú, ég man eftir þessu. Hvernig mannst eftir þú varst ekki í hann? Ég var þarna. Ég skal lofa þér að ég var þarna. Nei, ég man eftir þú varst ekki, en svo næsta þú voru að tala með mig það. Birgitta á Borgum. Hver hefur tekið þessa bóki útlán? Birgitta Haukdal. Ein manneskja. 27. janúar 1986. Er það Birgitta Haukdal? Nei, það stendur ekki hver greinlega. Það var að funda að væri Birgitta Haukdal. Það voru að lega bókum sjálfan sig. Þetta er ekki sjálfsafskum. Ok, hvað með þetta hérna? Öskubuska í austri og vestri. Það er hljómar að segja eitthvað ólöglegt sko. Skráðin hérna 82. Miðinn er það gamall hann er búin að límast við kápuna. Já. En það er ekkert mikið eftir, það er 10 mínútur eftir. Já. 10 mínútur eftir, hvað ætlar að nota svo 10 mínútur í? Þú ert ekki svona nálagt í að tala í mikrofonin. Nei, ég veit það. Ég var aldrei ekki að tala þetta sko. Sko, ég var með smá plana sko, en það virkar alveg bara 3 sko. Nú, hvað ætlar að gera? Ég var með hugmynda eiginlega svona flugu. Ég tölum mér það í næsta huga. Ég var 3 þá. Það bara virkar ekki alveg, eða það er bara 2 sko. Allt í fínu, Hermundur. Já. Hæ. Það er bara, við erum búin að tala allt sem hægt að tala Já, við erum aldrei ekki sko, gert þetta með 2 hugur. Nú. Já, það var ekki síðsög sko. Hvað með vikuna þetta því? Þá gerum við þátt. Það eru 2 hugur síðan. Já, ok. En, já, þannig í millitíðinni, þá var árshátíð meðalans. Árshátíð? Já. Á skóla. Og hvað gerist það þér? Það var ekkert mikið sem gerist á þessari árshátíð. Nei. Það var árshátíðarmyndband eins og alltaf. Já. Matur. Við hittum kennara. Úlfur leit aftur úr þess að svíi. Já, Úlfur. Það er svo margir sem mætti ekki í fínum fötum. Bara því. Ég skil það ekki. Ósýrlanlegt sko. Þeim búið að rífa með hann úr. Hvað bók er þetta? Framtíð hjónabandsins eftir Norman Hare. Hvað var það? Kostaði 2 krónur og 75 aura. Já, ok. Nútímaútgáfan. Áprents með Hafnarfjarðar. Hvenær er þetta? 1929. Já. Hvað voru 2 krónur mikið þá? 2 krónur og 75 aura. Hvað var það mikið í dag? Bara ekki hugmynd. Nei. 1929. Það var alveg. Það er svo 100 ár sko. Hvað er þetta hérna? Læribók í íslensk. Það er svo marga bækur að segja þarna. Þetta er búið að rífa með hann úr. Þetta er alveg endalega sko. En það líka hvað gerst í Íslandi 1973. Það geta fyrir maður bókum. Elska.
elska þessa bók. Já. Frábær. Æðisleg. Ótrúlega. Bók. Alveg frábær, sko. Mjög margt. Rosaleg. Já. Úr djúpanum eftir Oscar Wilde. Hver er Oscar Wilde? Það mjög frægt skáld, sko. 96, ok. Já. Þetta fyrir aldrei. Þessi lítur fyrir ákveðna gömul. Ævintýrleiki með Ragnheiði Jónsdóttur. Já. Skrifað hérna. Miðinn líka límdur við, bara hann er svo gamall. Það var mjög frætti með að við ætlum alltaf að taka þátt í hljóðverðinu í Úlfarsveitarmagi. Já. Ég veit ekki, sko, ég var að skoða daginn. Það er ekki að fá tíma núna nema að fá til liðbeinanda. Ég þarf að eitthvað fara með okkur eitthvað klukkutíma, eitthvað liðbeining og það þarf að hjálpa okkur með þetta eitthvað, ég veit ekki, þetta er eitthvað. Við mögum ekki bara einn á núna, því það er eitthvað að horfa á okkur, taka þetta upp. Þannig ég veit ekki alveg hvort við gera það, sko. Já. Það er skrítið. Já. Ég ætla alltaf að fara þangað inn. Já. Ég bara gleymdi því alltaf. Já. Það er bara að vera einn gera einhver tónlist. Já. Ég ætla ekki að gera það. Það var bara óþægilegt. Ef okkur er að horfa á þau að gera. Já, bara. Já, ég skil það. Þetta er bara 1915 bók. Já. Hvað bók er þetta? Reykjavíkur. Þetta er bara áður en hún var fullöld, sko. Víst. Páfadómurinn. Hvað, skrifa páfana það? Þetta er antík hérna. Og þetta er bara geymt hérna. Ég fór á það er auðvitað ekki til mörg áfært af þessari bók, sko. Og þetta er bara geymt hérna. Þetta var vera bara fyrir þjóðskjörðsana, sko. Smiðan Gutenberg í Hafnarfirði. Ég verið júkna. Ég myndi, þetta er auðvitað mjög ekki verið, sko. Ég myndi bara taka þetta og selja þetta bara. Það bara koma einhver sem bækur inn og skipta einhverjum. Já, það tekur enginn aftur því. Ef þessi bók fer, það tekur enginn aftur því. Bara sett Þetta er bók Þú getur selt hana örugglega 2 milljónir eitthvað. Þetta er örugglega mjög merkilegt, sko. Oxford-hreyfingin. 36. Já, 36. Það er magna. Þetta er bra svo. Þetta er... Sástu það? Nei. Ellen DeGeneres, hún er þarna inni. Vá. Inni í skjálfum. Ljóðmæli. 1947. Hvað, ef ekki að kveiki inni? Jú. Kveiki mig sjálfum. Og ég ætla að Ellen. Já, Ellen, hún er inni í skjálfum. Já, æði. Hún er bara... Hvað er þetta? Það er auglýsingina. Heldur að fólk heyri það sem það segja. Andri. Já. Segjum hann fyrir auglýsingi þessari bók. Hvað er auglýsingina? Auglýsingina. Hvað var auglýsingina? Heilsurækt. Já. Það er gaman. 58. Já, þetta er bara allt saman antík hérna, sko. Bók bara því brún. Já. Stendur ekki svona árið. Hver er stórspurningar, hver er gjafinn Líal? Það er hér mannsvæðin, gjafinn Líal. Örugglega mjög margir og nángir, sko. Maður Austurlanda. Hvað maður? Það er 1964. Já. Þetta er rosalegt. Þetta er rosalegt. Vá! Já. Skólinn er alveg búinn.
Alveg búinn. Nokkur dagar bara. Miðvikudagur. Síðan bara 10. bekk og síðan bara mentó. Já. Eða fjölbrautaskóli eða eða vinnuskóli sem að fara í svona hjá BL. Hvað sagður það 2? Veistu bara, ok. Ég held að þurfum bara að enda þetta. Hefur ekki hérst þessa auglýsingu? Ég held að þurfum bara að enda þetta og það voru 4 myndir í byrjun sem voru. Hefur ekki hérst þessa auglýsingu? Jú, ég var. Jæja, þið segir vonandi allt fínt, krakkar mínir. En við þurfum að kveðja ykkur núna. Hversu margir heldur að séu hlustanum sem bara hlusta bara á alla þarna? Það bara hlusta fyrir upp að þið? 0. Hver þetta að hlusta það? Ég veit ekki. Sko það alveg 20-30 mann sem hlusta á það. Hvaða fólk þetta? Ekki ég. Sko, þetta bara... Við minnum á að við erum öllum þessi samfélagsmiðlum. Bara smálókin, sko. Þetta bara mjög stórt landamál hvaða fólk þetta Þegar ég veit ekki hvað fólk þetta og við erum bara að biðja ykkur mjög oft að gefa ykkur fram. Vitum við hvað það eru? Við minnum að við erum öllum þessi samfélagsmiðlum. Já. Bless krakkar mínir. Já. Við sjáum ykkur á brannastöku vonandi. Já, vorum það. Úlfur sé ykkur þá líka vonandi það. Já. Jæja, núna segir við bless. Já, gerum á 56. Það núna. Nei. Half moon hiding in the clouds.
you already know. Same people go crazy and you say, no, that's not the view that I got to. Faith, my faith is an island in the setting sun.